654. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa Hljómahöll 16. maí 2023 klukkan 17 settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Bjarni Páll Tryggvason, Friðjón Einarsson, Guðbergur Reynisson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og sú sem hér stendur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Að auki situr Íris Eysteinsdóttir ritari fundinn og ritar fundargerð. Á dagskrá þessa fundar eru 5 mál. Þau eru fyrsta mál fundargerði bæjarráðs frá 4. og 11. maí. Annað mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. maí. Þriðja mál fundargerð framtíðarnefndar frá 10. maí. Fjórða mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 11. maí og 5. og síðasta málið er síðari umræða ársreikning Reykjanesbæjar 2022. Við göngum þá til dagskrár og tökum hér fyrir fyrsta mál og það eru fundargerðir bæjarráðs frá 4. og 11. maí síðastliðnum. Orðið er laust. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég kem hérna undir fundi bæjarráðs frá 4. maí síðastliðnum, þá sérstaklega 12. lið, umsagnarmál frá nefndasviði Alþingis. Og sérstaklega vil ég vekja athygli bæjarstjórnar á frumvarpinu sem vísaði til í lið 12c sem er frumvarp til laga uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð. Það er margt áhugavert í þessu frumvarpi sem snertir verulega á hagsmunum íbúa Reykjanesbæjar. Fyrir það fyrsta þá kynnir þetta frumvarp til sögunar sérstakt gjald sem ætlað er að standa straum af kostnaði við uppbyggingu varaflugvalla á Íslandi. Og hérna er á ferðinni mikið hagsmunamál fyrir Reykjanesbæ vegna þeirra sterku tenginga sem bæjarfélagið hefur við flugvöllinn. Hjartsláttur flugvallasamfélagsins og Reykjanesbæjar er í algjörum takti líkt og við sáum svo greinilega í COVID þegar atvinnuleysi fór í sögulegar hæðir en hratt upp aftur þegar hefðbundin flugumferð hófst á ný. Og tilkoma þessa gjalds gerir það að verkum að hægt verður að nýta þær rekstrartekjur sem skapast á Keflavíkurflugvelli fyrst og fremst til að styðja við rekstur og uppbyggingu þar sem er okkar mikilvægasta atvinnusvæði í nútíð sem og í náinni framtíð. Og ekki hvað síður þá mun þetta gjald tryggja það að á Íslandi verði tiltækir varaflugvellir sem geta þjónað Keflavíkurflugvelli og notendum hans af alvöru. Staðan á Íslandi í dag er þess eðlis að rekstrartruflanir á flugvellinum setja notendur hans í veruleg vandræði og það er engin flugvöllur í Norður-Atlantshafi sem getur tekið við allri þeirri umferð sem fer flugvellin á degi hverjum þó svo við leggjum saman afkastagetu allra alþjóðaflugvella á landinu. Þannig að uppbygging á öðrum flugvöllum á þessum forsendum mun styrkja verulega rekstur Keflavíkurflugvallar sem á helstu notenda hans. Það eru aðrir áhugaverðir punktar sem ég hnauti í lagafrumvarpinu sem við þurfum svo sannarlega að taka til vandlegra skoðunar hér í Reykjanesbæ. Í 2. grein frumvarpsins markmið laganna stendur meðal annars með leyfi forseta. Markmið laganna er að flugvellir landsins og þjónusta við flugumferð þjóni þörfum samfélagsins á umhverfislega sjálfbæran hátt með skilvirkni, hagkvæmni og öryggi í fyrirrúmi í samræmi við stefnu stjórnvalda í samgöngumálum. Og í undirlið C stendur að flugvallakerfið sé virkur hluti öruggra og hagkvæmra samgangna innanlands og tengist öðrum almenningssamgöngum. Það hefur lengi verið bent á hve slakar tengingar við almenningssamgöngur á Keflavíkurflugvelli hafa verið í nærsamfélaginu og því mögulega tækifæri fyrir Reykjanesbæ til að ýta kröftuglega við þeim umræðum með hliðsjón af þessum lagabókstaf. Því svo eru málin útskýrð aðeins nánar. Í 7. grein sem fjallar sérstaklega rekstur Keflavíkurflugvallar kemur eftirfarandi fram. Isavia ohf. er heimilt að fengnu samþykki ráðherra að semja við sveitarfélag eða byggðasamlag að hafa með höndum einhver þeirra verkefna sem tilgreind eru í 2. eða 3. málsgrein. Og eins og ég skil málið þá eru þarna tækifæri til að stíga verulega fast inn í það að Isavia ohf. semji við Reykjanesbæ eða samband sveitarfélaga á Suðurnesjum að tryggja betri samgöngur við flugvöllinn. En það gefur greinargerð með frumvarpinu það til kynna. Því þar stendur aftur með leyfi forseta: í heildstæðri flugvallaþjónustu fyrir millilandaflug felst meðal annars að tryggja að til staðar sé varaflugvallaþjónusta fyrir Keflavíkurflugvöll hér á landi. Jafnframt segir að flugvallakerfið skuli vera hluti öruggra og hagkvæmra samgangna innanlands og að tengjast öðrum almenningssamgöngum á landi.
og í því felst meðal annars að tryggja aðgengi almenningssamganga að flugstöðum með úthlutun rýmis fyrir biðskýli og tryggja aðgengi fyrir almenningsvagna. Þannig að nú lag og treystum í sessi almenningssamgöngur frá Reykjanesbæ til Keflavíkurflugvallar. Takk fyrir. Orðið laust. Það eru ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs frá 4. og 11. maí. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við hér næst fyrir annan mál á dagskrá sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. maí síðastliðnum. Eins og áður þá eru nokkri liðir fundargerðarinnar sem við þurfum að taka til sérstakrar afgreiðslu. Og við byrjum hér á öðru máli sem Fitjabraut 5-7 breyting á deiliskipulagi. Orðið laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta annað mál fundargerðarinnar eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 4. mál fundargerðarinnar sem Hásela 33. Orðið laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 4. mál eru beðnir að gefa merki og það er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 5. mál fundargerðarinnar sem Grænásbraut 501. Orðið laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 5. mál eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11:0. Þá tökum við hér síðast fyrir 9. mál fundargerðarinnar Hrauntún ósk þróunarsamning óvistað svæði. Orðið laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 9. mál eru beðnir að gefa merki og það er samþykkt 11:0. Þá gef ég orðið laust fundargerðina í heild sinni. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Þessi ég nú formaður umhverfis- og skipulagsráðs. Það langar mig aðeins að fara yfir bara fundargerðina svona fljótu bragði. Mál númer 1 var Vallagata 7-11, breyting á deiliskipulagi. Þarna á að fara að byggja, eða stendur til jafnvel að byggja þarna svolítið að íbúðum á þessu svæði sem bara mjög skemmtilegt. Þetta í elsta hverfi Reykjanesbæjar, einu elsta. Og þetta mjög spennandi verkefni. Við frestum þessu, við þurfum að skoða nokkuð smáatriði betur og þetta kemur þá aftur. Bíkó Fitjabraut 57, það nýja bíkólóðin og þeir óska heimildar að stækka byggingarrétt lítillega. Þetta vörumóttaka og þetta bara lítilsháttar breyting sem við samþykkjum. Víðidalur 9, umsókn byggingarleyfi fyrir einbýlishús. Það gengur út á yfirbyggð Verönd, gengur út fyrir byggingarréttinn og við samþykkjum að senda það í grenndarkynningu. Hásela 33, umsókn byggingarleyfi fyrir sólstofu. Þarna ekki deiliskipulagi í gildi og afgreiðsla á þessu að senda í grenndarkynningu. Grænásbraut 501, sóttu byggingarleyfi til niðurriðs. Þetta skemma aftan við stóru bygginguna. Þetta plastgerð Suðurnesja, þetta var ráðið Public Works og ráðið telur að þetta varði ekki aðra en hagsmuni sveitarfélagsins og samþykkir. Svo það númer 6, samningur biðskýli strætó og ljósaskildi. Dengsi leggur fram samningum rekstur auglýsinga biðskýla á biðstöðum í Reykjanesbæ og fá einkarétt til rekstur umræddra biðskýla og sölu á biðskýli Reykjanesbæjar. Usk samþykkir samningin fyrir sitt leyti og vísar honum í bæjarráð. Svo koma erindi frá annars vegar körfugnaldisdeild UMFN og knattspyrnudeild Keflavíkur varðandi ljósaskildi. Við frestum báðum þessum erindum og eiga þau eftir að koma aftur fyrir ráðið og vera þá fjalla betur þau hér. Hrauntún, það ósk þróunarsamning óvista svæði. Samkvæmt nýja aðskipulagi að ræða lóð
merkt sem íbúðabyggð og Hæð sem íbúðalóð. Þetta er sennilega Hrauntún 7 og þetta eru alveg við hliðina á gamla kirkjugarðinum í Keflavík, Hrauntúninu. Og við höfnum þess á þeim grundvelli að lóðir undir einbýlishús í bænum skuli auglýsa svo gætt sé jafnræðis og því hafnum við erindinu. En það stendur fljótlega til að auglýsa þessa lóð og sennilega einhverja fleiri og þá getur fólk sótt þær lóðir. Víkurbraut 3, við eigum eftir að fjalla betur þetta erindi og það kemur aftur til afgreiðslu hér og við frestuðum því. Svo það mannauðstefna Reykjanesbæjar, óskum umsögn, við frestum því erindi og erum með umsögn í smíðum. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. maí eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við hér næst fyrir 3. mál sem er fundargerð framtíðarnefndar frá 10. maí síðastliðnum. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð framtíðarnefndar eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir 4. mál á dagskrá sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 11. maí síðastliðnum. Orðið er laust. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við langar nú bara að vekja athygli á þessari glæsilegu fundargerð. Það er auðvitað allt að gerast í þessari nefnd. Ég held að allir vilji vera í stjórn Hafnarinnar í dag. Það er mikið fjör og auðvitað margt gott framöndan, en það er nú kannski ekki þess vegna sem ég kem upp. Mér langar bara að því að við höfum háttvirtan hafnarstjóra hérna í húsinu að hrósa honum sérstaklega fyrir góðar fundargerðir, mikið starf, en ekki síst fyrir einn allra besta ársreikning sem ég hef séð frá Reykjaneshöfn til margra ára og sýnir að það er hægt að snúa hlutunum við frá því sem áður var og ef ekki væri fyrir þessa blessaðu verðbólgu þá væri við öll þarna í góðum plús. En endurskoðendur Reykjanesbæjar tóku sérstaklega fram í endurskoðunarskýrslunni að matur á höfninni væri að höfnin væri vel rekstrarhæf sem er ný breyting fyrir okkur öll. Bara kæra þakki fyrir það. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar eru beðnir að gefa merki og hún er hér samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir 5. og síðasta mál á dagskrá þessa fundar sem er síðari umræða ársreikning Reykjanesbæjar 2022. Orðið er laust. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ber fyrir ykkur kveðju frá háttvirtum bæjarstjóra. Hann situr náttúrulega einhvers staðar í sólinni núna sem er ósanngjarnt, en svona er þetta. En mér langar að hafa hérna nokkur orð ársreikninginn. En í dag er ársreikningur Bæjarins Reykjanesbæjar og tengdra stofnana lagði fram til samþykktar núna í seinni umræðu ársreikninginn í Bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Heildartekjur samstæðu A og B hluta voru 31 milljarður króna og rekstrargjöld rúmar tæpa 25 milljarður króna. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir fjármagnsliði skatta og hlutdeild minnihluta nam 6,4 milljörðum króna og að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæð 1 milljarð 84 milljónir króna en áætlun ársins gerir ráð fyrir 355 milljónir króna halla á samstæðu sveitarfélagsins.
Heildartekjur A-hluta bæjarsjóðs námu rúmlega 21 milljónum króna, rekstrargjöld bæjarsjóðs námu 19,4 milljónum króna og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 2 milljarðar króna en að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæð 476 milljónir króna. Áætlun ársins gerði hins vegar ráð fyrir 1,1 milljarðar króna halla á bæjarsjóði og þetta því mun betri niðurstaða en gert var ráð fyrir. Munar þar mestum hærri útvarpstekjur og framlög úr jöfnunarsjóði. Eignir samstæðu á B-hluta nema 83 milljörðum króna og A-hluta bæjarsjóðs tæpum 44 milljörðum króna. Veltu fjárhlutfall A- og B-hluta í árslok 2022 var 1,31 en var 1,19 í árslok 2021 og hefur því hækkað á árinu. Engar lántökur áttu sér stað á árinu 2022 og nema skuldir á hvern íbúa 1.330.000 króna. Skatttekjur og framlög úr jöfnunarsjóði námu 848.000 króna á hvern íbúa á árinu 2022 í stað 788.000 króna á árinu 2021. Þetta þýðir að skuldaviðmið A-hluta bæjarsjóðs samkvæmt reglugerð er 90,25% og skuldaviðmið A- og B-hluta eru 113,64. Þau 14 ár sem ég er búinn að vera í 13 ár í bæjarstjórn Reykjanesbæjar, þá er þetta besti ársreikningur sem ég hef séð og er mikill heiður að fá að lesa þetta hérna upp sem ég var að lesa og við fyrir hönd meirihlutans leggjum þetta fram sem okkar bókun og er búið að bókfæra það. En auk þess vil ég taka aðeins fram vegna þessa að þetta hefur náttúrulega gerst með góðri samstöðu bæjarstjórnar og ekki síst starfsmanna sveitarfélagsins, hvað okkur hefur tekist að snúa hlutunum við. Og fyrst vil ég nefna það að þegar við horfum tilbaka og hlut jöfnunarsjóðs í tekjum sveitarfélagsins, þá er stundum verið að ræða það að jöfnunarsjóður hluturinn alltaf að, þetta eru stóra tölur sem við erum að fá, en staðreyndirnar eru þær að undanfarin 10 ár hefur hlutur jöfnunarsjóðs verið ekstra á bilinu milli 16 og 18% af heildartekjum Reykjanesbæjar. Þannig að hlutur jöfnunarsjóðs er til að mynda á síðasta ári í lægri kantinu með síðastliðin 10 ár. Þannig að við erum svona haldið okkur dálítið á sama stað og jöfnunarsjóðurinn hann hækkar eiginlega, má segja, dálítið í takt við tekjurnar okkar. Við höfum jú gaman á öllum samanburði og þegar ég ber saman stóru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, þar að segja þau 6 sveitarfélög sem hafa verið mikið til umræðu núna undanfarið í fjölmiðlum, að þá er ljóst að Reykjanesbær er með bestu stöð af þessum 6 sveitarfélögum. Ég held að sé ein kennitala sem er betri í Kópavogi heldur en hjá okkur. Og næst besta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu er það sveitarfélag sem hefur verið mest í umræðunni fyrir að vera á köldum klaka og það er Reykjavík. Og þannig að það er gaman að sjá það að Reykjanesbær í fyrsta skipti í ansi mörg ár kemur á toppnum þegar við tökum öll stærstu sveitarfélög í Íslandi, skoðum öll stærstu sveitarfélögin. Öll B-hluta fyrirtækin okkar eru á góðum stað, hvort sem það er Reykjaneshöfn, Kalka eða Brunandi Suðurnesja. Öll þessi félög eru að standa sér frábærlega í fjármálum og hafa sýnt svo sannarlega að það er hægt að láta hlutina ganga. Á síðustu 5 árum hafa skuldir sveitarfélagsins lækkað 14%. Eignirnar hafa hækkað sama, 14%. Eigið fé hefur þrefaldast á síðustu 5 árum. Þrefaldast. Og þetta eru tölur með við íbúa.
ég held ég hef bara aldrei séð svona mikla bætingu á hækkun á eignum og eigið fé. Veltufjárhlutfallið hefur farið frá því að vera 0,39 fyrir nokkrum mánuðum síðan upp í 1,31 sem það hæsta á öllum sveitafélögum, stóru sveitafélögum á Íslandi. Og eiginfjárhlutfallið hefur þrefaldast á 5 árum, farið úr 13% upp í 33% í dag. Ég hef stundum sagt það að þegar við horfum tilbaka á þetta hafa nú ekki verið auðvelda ár, að þetta er bara að hætta núna, þetta er bara frysta, þetta er besti ársreikningur. En það virkar víst ekki. En ég vil bara fyrir hönd okkar allra og tegum það orðið munn allra í bæjarstjórn þakka stjórnendur Reykjanesbæjar og öllu starfsfólki hvar sem við erum fyrir gott starf síðastliðin ári að því að við vitum það öll að án ykkar það hefði aldrei getað gert þetta. Regína og þitt fólk, kæra þakkir. Ég veit ekki hvort það sé þetta toppar en afsreikningi en við prófum aftur á næsta ári. Kæra þakkir. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Já, ég tek undir að í heildina þetta góður ársreikningur og lítur vel út. Kennitölur eru góðar og við erum í jákvæða rekstrarniðurstöðu og það misjafnt eftir sveitarfélögunum sem eru að bera okkur saman við að þau eru á svipaðri stærð, þau eru ýmist með betri eða svipaða eða verri niðurstöðu. Það er áhugavert að tekjurnar eru enn að hækka en framlag frá ríkinu frá jöfnunarsjóði hækka meira en tekjur og við skoðum nú, maður þarf að skoða þetta aðeins betur, ég er ekki alveg viss að þetta sé, það er náttúrulega samsetningin á jöfnunarsjóðnum hefur verið að sveiflast og það hefur verið að bæta í á ákveðnum sviðum og annað og draga úr á hinum, þannig að þetta er líka kannski flókið að sjá, en við viljum auðvitað ekki að við séum að fá meira úr jöfnunarsjóði vegna þess að tekjurnar eru okkar lágar, við viljum verða sjálfbær. Varðandi rekstrarkostnað, að þá er eins og ég segi að rekstrarkostnaðurinn er minni hjá okkur sem hjálpar okkur til þess að ná betri niðurstöðu. Já, ég gleymdi fyrirgefið að við erum að fá þarna sem sagt í þjónustutekjur líka, það er hlutatekjunum, að við erum að fá 700 milljónir í þjónustutekjur vegna flóttafólks og innflytjenda og góður hluta því fer líka í kostnað. Við erum líka að fá í tekjur 540 milljónir frá HÍ sveitum, þá er ég að meina færslur í A-hlutann og það er óvanlega hátt 2022, töluvert meira. En þrátt fyrir þetta, við séum að hækka þetta í jöfnunarsjóðnum og erum að fá 900 milljónir út af tekjujöfnunargjaldi og 540 milljónir út af greiðslu frá HÍ sveitum, að þá erum við í hagnaði 476 milljónir. En rekstrarkostnaðurinn, það hefur verið haldið yfir reksturinn og sem er vel á margan hátt, en það kemur auðvitað niður á ákveðnum þjónustuliðum og það er misjafnt hvað menn leggja áherslu á, en við segjum að okkur líst vel á það sem framundan er, en það eru rauð flögg. Það eru rauð flögg vegna þess að við erum að byggja sem sagt 3 leikskóla með 6 deilda leikskóla. Hver sig, ef að horft til 6 deilda leikskóla í dag, reksturinn sem var 2022 kostar 300 milljónir. Rekstur á 6 deilda leikskóla sem sagt, 6 deilda leikskóla er 300 milljónir, þannig að það má áætla 900 milljónir þar í kostnað. Við erum öll sammála það að það þarf að bæta í kringum íþróttir og æskulýðsstarf, en það höfum við verið frekar lág þar og haldið í við okkur og þar má líka búast við töluverðum kostnaðarauka. Í þriðja lagi að þá erum við með miklu vandamál eins og mörg sveitarfélög og ég held að við höfum öll rætt það
að við getum ekki skrifað það alfarið á skort á viðhaldi, alls ekki alfarið. En það að hluta til þetta vandamál. Þannig að það bæði mikill kostnaður út af myglunni og eins að það þarf að setja meira í viðhald. Að þessu sögðu að þá eru við með rauðflögg en ársreikningurinn er heilbrigður, hann lítur vel út og við erum með jákvæða niðurstöðu, rekstrarniðurstöðu sem hann fagnar alltaf. En Sjálfstæðisflokkurinn vill leggja fram eftirfarandi bókun. Ársreikningur Reykjanesbæjar lítur í heild vel út með jákvæða rekstrarniðurstöðu. Skuldir hafa þó hækkað rúmlega 4 milljarða miðað við í fyrra. Þau sveitarfélög sem við berum okkur sama við að svipaðri stærð eru ýmist með svipaða eða betri niðurstöðu en önnur verri. Tekjur og hagnaður. Það vekur athygli að framlaga frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga fara enn hækkandi. Sérstaklega há upphæð sem tekjujöfnunar framlag upp á 900 milljónir vegna lágra tekna sveitarfélagsins. Enda eru tekjur frá jöfnunarsjóði Reykjanesbæjar í heild 3,5 milljarðar eða sem eru 6,3% af heildartekjum sveitarfélagsins. Einnig athyglisvert að sjá að sveitarfélagið að fá 700 milljónir í þjónustutekjur vegna flóttafólks og innflytjenda samkvæmt ársreikningi. Greiðslur frá HS Veitum í ársreikningi sveitarfélagsins eru 540 milljónir, óvenju háar 2022. Þrátt fyrir framangreint hagnaður einungis 476 og ég ætla aðeins að bæta hérna við fögnum því samt að sjálfsögðu að við séum réttu megin við núllið. Rekstrarkostnaður Reykjanesbæjar sem hlutfall af tekjum sambærilegur og í viðmiðunar sveitarfélögum, en þó þannig að áherslur eru aðrar, svo sem að Reykjanesbær með lægri framlög til íþrótta og æskulýðsmála heldur en sambærileg sveitarfélög en það stendur til bóta samkvæmt framanlögðum tillögum. Einnig meðalaldur barna sem komast inn á leikskóla í Reykjanesbæ 22 mánaða meðan að önnur sveitarfélög eru með yngri en 20 mánaða inntöku og jafnvel mun lægri aldur. Þetta stendur til bóta enda eru 6 deilda leikskólar á áætlun og þegar þeir verða teknir í notkun bætist til rekstrarkostnaður upp á 300 milljónir á hvern leikskóla eða 900 milljónir samkvæmt því hvað kostaði 2022 að reka sambærilegan leikskóla. Þetta áhyggjuefni og þarf því að skoða vel hvers vegna rekstrarkostnaður Reykjanesbæjar svipaður öðrum sveitarfélögum þegar þjónustustigið núna lægra. Afsakið þetta, þegar maður fær svona nýja tölvu og þá virkir ekki takkaðir þess að reagera. Og ég held áfram, mikill uppsafnaður kostnaður nú vegna miklu vandamála í fasteignum sveitarfélagsins og verður áfram. Ekki hægt að skrifa það alfarið á skort á viðhaldi en klárlega að hluta til. Að spara í viðhaldi einungis ávísun á mun meiri kostnað síðar. Eins og sjá má að framangreindu þá fjárhagsstaða Reykjanesbæjar góð en undirliggjandi mikil kostnaðaraukning. Því ítrekum við sjálfstæðismenn að mun meiri áhersla verði á að laða að fjölbreytt fyrirtæki og betur launuð störf til að auka tekjur sveitarfélagsins enda óviðunandi að mesta aukning á tekjum sé í framlögum frá ríkinu sem ekki sjálfbært til framtíðar. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Helga Jóhanna Oddsdóttir og við erum frá Sjálfstæðisflokki. Takk fyrir þetta. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar,
Já, besti ársreikningur Reykjanesbæjar síðan Reykjanesbær var stofnaður og menn sjá dálítið mismunandi á reikningana og ótt að segja það. Fyrsta lagi vil ég segja að bara til að svara með jöfnunarsjóðinn að síðastliðin 7 ár hefur hlutfall jöfnunarsjóðs af tekjum verið 15,1% upp í 18,3%. 2013 var hæst, í ár er það 16,3%. Það þýðir það að tekjur okkar frá jöfnunarsjóði eru að hækka eins og í samræði við hækkun tekna okkar. Það er ekki þannig þó að krónutalan sé hærri að verðmæti séu meiri. Mér finnst þetta sérstakt að tala það að tekjurna frá jöfnunarsjóði eru alltaf að hækka. Það er bara í samræði við tekjur eins og í öllum öðrum sveitarfélögum. Síðan langar mig að nefna það að segja það hérna að við séum svipað eða verri en önnur sveitarfélög sambærilegri stöðu, þá langar mig þess að vitna með leyfi forseta í samantekt sem gerð eftir ársreikningu sveitarfélaga þar sem kemur fram að skuldahlutfall allra 6 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru öll með hærra hlutfall en við. Öll sveitarfélögin, Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarnes. Síðan skuldir á íbúa. Þar eru skuldir Reykjavíkur og Kópavogs rétt aðeins undir okkur, en skuldir Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness eru allar hærri hjá þeim. Það er alveg sama hvaða kennitölu við tökum. Veltufjárhlutfall á höfuðborgarsvæðinu er í Reykjavík hæst 1,1, 1 í Hafnarfirði, Kópavogur, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarness eru raun og veru ósjálfbær, eru 0,4 til 0,6. Segja svo að við séum í verri stöðum sambærileg sveitarfélög, það er bara kolrangt. Ég vildi bara ítreka það er bara ekki rétt. Við erum að tala ársreikning síðasta árs sem endurspeglar rekstur sveitarfélagsins á síðasta ári. Við gerum okkur grein fyrir því að framtíðin er önnur. Það er ákveðnir hlutir í okkar ársreikningi sem við höfum öll að vera stolt af. Það er það að við tókum ekki krónu að láni á síðasta ári, ekki 1 krónu að láni til framkvæmda, sem mér finnst alveg stórkostlegt að við getum gert það og stefnan er auðvitað að reyna að gera það áfram. En fyrir liggur á næstu 3 árum að við erum að fara í framkvæmdir fyrir 8 milljarða í skóla- og leikskólamálum, einhvers kringum 8 milljarða, nýbyggingar og viðhald, lagfæringar getur orðað, að þá mjög sennilega þurfum við að leita lána fyrirgreiðslu, hvort sem það verður seint á næsta ári eða árið 2025. Þá eftir að koma í ljós. En skuldirnar okkar, raunskuldir, er að lækka. Þær eru að lækka og hafa lækkað töluvert á síðustu 4 árum, síðustu 5 ári. Það er bara staðan sem er. Og ef verðbólgan hefði verið sambærileg og hefði verið undanfarin ár, þá væri þessi hagnaður upp á milljarð hjá bæjarsjóði. Það er alveg klárt að verðbólgan er að setja reikningin í verri stöðu heldur en áður og hækkar auðvitað allar skuldir og það er auðvitað ástæðan þess að skuldir hækka er verðbólgan og það verður að taka það fram okkur skuldir allra sveitarfélaga á Íslandi sem og íbúa á Íslandi er að hækka út af verðbólgu. Mér finnst líka dálítið skrítið að tala góðan reikning á sama hátt að þjónustustigi hjá okkur sé lægra heldur en annars staðar. Það skil ég ekki. Við erum í 3. sæti fjölda félagslegra íbúða á Íslandi og eftir Hafnarfirði, Akureyri og Reykjavík, 4. sæti fyrirgefið. Það er nú dýrasta þjónustan og tala síðan að við séum svo eftir á í íþróttum. Og það var nú kannski þess vegna sem ég spurði endurskoðanda sveitarfélagsins áðan hvort að hægt sé að bera saman tölur úr ársreikningum. Verður maður ekki bara að nota kennitölur? Og eins og þið heyrðu hann segja hérna áðan, þá sagði hann, jú, það er bara erfitt að gera það, að bera málaflokka saman, því að menn færa þetta mjög mismunandi. Ef ég ætla að færa til að mynda kostnað vegna íþrótt á síðasta ári, þá þyrfti ég náttúrulega að taka halvan Stapaskóla, sundlaugin og íþrótthúsi þar með. Þá eru náttúrulega margfalt meira heldur að þessi umdeildu 7% sem oft hefur verið rætt um. Þannig að það er ekki sama hvernig við segjum hlutina.
Ég hefði verið gladur að heyra það ef menn hefur bara verið gladir einu sinni við ársreikninginn að þetta er besti ársreikningur sem lagður hefur verið fram í sögu Reykjanesbæjar. Til hamingju öll sömul. Það eru 3 sem hafa óskað eftir að taka til máls. Fyrstur er Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, eins og komið við fram í máli bæjarfulltrúa hér í dag, þá er ársreikningur Reykjanesbæjar 2022 afar margt heilbrigður og jákvæður að þessu sinni. Og þegar horft á alhlutann þá hefur gengið mun betur að afla bænum tekna en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og það er ekki hvað síst fyrir tilstuðlan öflugra viðspyrnu í ferðaþjónustu sem hófst á öðrum ársfjórðungi síðasta árs, sem skekki náttúrulega allar áætlanir síðan fram í tímann. Á tekjuliðinni má einnig sjá, eins og hefur komið fram, hve miklu máli skiptir að jöfnunarsjóður ríkisins styðji vel við bæjarfélög líkt og Reykjanesbær sem býr að mikilli fjölmenningu sem á útsvarstekjum per íbúa undir landsmeðaltali. Og það er þó ekki hægt að líta svo á að tekjuhliðinni sé bjargað með aðkomu jöfnunarsjóðs því akkurat meðal annars vegna þessara stöðu, lægri útsvarstekna, þá kemur hann svo sterkur sem raun ber vitni. Og það má segja að útsvarstekjur hefur verið að para við sambærileg sveitarfélög það er reksturinn komið niður á sambærilegum stað. Og það er einnig áhugavert að á sama tíma og tekjurnar hafa aukist næstum 2 milljarða umfram áætlun, þá er rekstrarútgjaldaaukning rétt tæplega 400 milljónir. Og það hefur að teljast vel að verki staði í því mikla umrótsástandi sem hefur verið í rekstri íslensks samfélags síðastliðið ár. En það sem veldur svo aftur áhyggjum, eins og hefur komið svolítið fram hérna og ætti að vera okkur öllum hérna inni sem og íbúum Reykjanesbæjar tilefni til umhugsunar næstu skref í rekstri bæjarins er liðurinn fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. Fjármagnsgjöldin þá sérstaklega. Því þau eru samkvæmt niðurstöðunni rúmlega 1,2 milljörðum umfram áætlun og svona gróft á litið þá er niðurstöðan svo að íbúar Reykjanesbæjar greiddu í gegnum bæjarsjóð rétt tæplega 2 milljarða í vexti og verðbætur og þetta þýðir að meðal útsvarsgreiðslur rúmlega 2300 útsvarsgreiðenda þurfti til þess eingöngu að fjármagna þessa greiðslur. Og hann hefur bara ekki verið hærri í seinni tíma í rekstri Reykjanesbæjar og mér sýndist við yfirferð á fyrri ásetningum bara aldrei hærri í rekstrarsögu bæjarins, hvort sem hort er á bara hráar tölur eða núvirtar. Og því megum við svo sannarlega þakka fyrir það sem hefur komið fram hérna í dag líka, að það hefur verið unnið ötullega því hjá fyrri bæjarstjórnum að ná tökum á skuldum bæjarins og skuldaviðmið bæjarsjóðs sé rétt 90% núna en ekki 230% líkt og það var fyrir einhverjum 120 mánuðum. Því þá værum við bara væntanlega ekki rekstrahæft bæjarfélag í núverandi efnahagsumhverfi. En áfram að framtíðinni. Því það eru þýðingarmiklir tímar framundan í rekstri bæjarins. Ákallið frekari fjárfestingar og þjónustu berast úr öllum áttum eins og hefur komið fram. Það er aldrei hægt að styðja nægilega vel við velferðarmálin. Það eru blikur á lofti í kjaramálum stærstu stétta starfsmanna Reykjanesbæjar. Það er gífurleg samkeppni starfsmenn sem geta sinnt sérhæfðum störfum. Eldri eignir Reykjanesbæjar þurfa mikla athygli og mikið fjármagn í viðhald. Íþróttahreyfingin kallar á aukið fé til rekstrar og uppbyggingar. Mikil uppbygging er framundan í skólasamfélaginu, hvort sem er að ræða leik eða grunnskóla. Íbúa þyrstir í frekari afþreyingu og þar standa menningarmálin framarlega í flokki. Fjárþörf í viðhald gatna, vetrarþjónustu og almenna ásýnd bæjarins eru reglulega til umræðu. Stuðningur við frístunda og tómstundastarf yngri sem eldri borgara og svona geti haldið áfram að telja hérna til forseti vikum úr ræðustóli. Það hvílir því mikil ábyrgð á okkur bæjarfulltrúum á næstu vikum og mánuðum að vera samstillt, vera ábyrg, vera frjó og fylgin okkur í fjárhagslegri stefnumörkun Reykjanesbæjar til framtíðar. Og þar hef ég ekki trú á því að það sé skynsamleg nálgun að einfalda umræðuna niður í það að stefna eigi að því að þessi málaflokkurinn eða hinn eigi að fá til sín ákveðið hlutfall af tekjum Reykjanesbæjar. Og það er í raun og veru afar óábyrg nálgun á rekstur bæjarfélags þó svo hún geti verið svona gagnlegur og skemmtilegur samkvæmisleikur til að ná fram einhverjum samanburði. Því það er ekki hlutfallstalan sem fer í málaflokka sem skiptir máli. Og það er ekki það sem á að vera okkar fjárhagslega markmið. Þetta er fyrst, fremst og síðast hvernig við nýtum það fjármagn sem íbúar Reykjanesbæjar leggja til rekstur samfélagsins. Það er okkar markmið. Og hlutfallið skiptir minna máli meðan þjónustan er í takti við lög og reglur og svo aftur væntingar samfélagsins. Því við erum Reykjanesbær. Samfélag sem hefur byggt allt sitt upp á dugnaði, elju og krafti þeirra sem að byggja okkar bæ hverju sinni. Og eins og máltæki segir með leyfi forseta að þá gerir engin raskat einn. Og það er alveg sama hvað við blásum og másum hérna í ræðustól
á bæjarstjórnarfundum, þá er það staðreynd, eins og hefur komið fram, að rekstrarárangur Reykjanesbæjar byggir ekki hvað síst á þeim öfluga hópi sem starfar í Reykjanesbæ. Án framlags starfsmanna og stjórnenda bæjarins, þá væri rekstrarniðurstaða Reykjanesbæjar ekki eins góð og ársreikningur sýnir. Og leiðin fram á við byggir öll á því að það sé góður samhljómur þar á milli. Og lokum vill ég nota þetta tækifæri og þakka sérstaklega starfsmönnum og stjórnendum Reykjanesbæjar, eins og hefur komið fram áður, fyrir þeirra framlag til rekstrar bæjarfélagsins og ekki síður íbúum bæjarfélagsins sem hafa hvatt okkur áfram til góðra verka og veitt okkur það aðhald sem nauðsynlegt er. Þessi jákvæða rekstrarniðurstaða er sameign okkar allra í Reykjanesbæ og það góða fólk sem byggir bæjarinn okkar hefur gert það að verkum að framtíðin er enn bjartari í sveitarfélaginu okkar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Næst tekur til máls Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, öðru sem áður brá. Þegar að minn flokkur var að fara í gegnum ársreikning og bókun varðandi ársreikningin, þá voru ekki allir ánægðir. Við vorum allt og mikið að fagna og tala hvað þetta væri frábært og frábært og frábært. Samt er komið hingað upp og tala um að væla. Ég veit ekki hvað við vorum að væla. Við vorum bara að benda á staðreyndir. Við vorum að benda á staðreyndir að það eru rauð flögg. Það eru rauð flögg þarna og framundan þurfum við virkilega að horfa til hvað erum við að gera. Ef við horfum á að við séum ekki að þjónusta íbúa þá nefnir bæjarfulltrúi Friðjón félagslegar íbúðir. Við erum mest að tala um A-hlutann sem er bæjarsjóðurinn og ég veit ekki betur en að félagslegar íbúðir sé ekki inn í bæjarsjóði. Þannig ég veit ekki hvað maðurinn er að tala um. Ef við tökum jöfnunarsjóð, að það þarf ekki að fara aftur, mjög langt aftur. Já, ég gleymdi miðanu sem að Friðjón rétti mér, bæjarfulltrúi Friðjón rétti mér varðandi hlutfall frá jöfnunarsjóði og það er rétt. Undanfarin ár hefur þetta verið þetta og þetta verið hækkað í krónutölu. En það sem er sorglegt er að þetta hefur hækkað rosalega. Þetta hefur hækkað rosalega ef þið horfið á hvernig styrkir frá ríkinu hafa komið og til okkar þá. Ef við horfum á tekjur per íbúa að þá er bara sorglegt að horfa til þess hvað við erum lág. Að við skulum ekki öll vera sammála það að við verðum að auka tekjur per íbúa hér í sveitarfélaginu. Við erum langlægst. Og ég er með hér bara hlutfall af skuldum og skuldbindingum bara hjá öllum þessum sveitarfélögum og það er ekki að sjá ef það er tekið hlutfall af tekjum. Að það er ekki hægt að sjá það að við séum ef það er tekið bæjarsjóður. Að við séum eitthvað svona svakalega góð eins og við erum að tala um. Alls ekki, en það er skuldir. Það sem ég er að reyna að segja hér er að sveitarfélög eru í basli. Ef að þau ætla að standa réttum yfir núllið, þá er langbest að gera bara akkurat ekki neitt. Þá verðum við örugglega réttum yfir núllið. Það er áskorun að reka sveitarfélög í dag. Áskorun felst mest í því að þetta er bara slagur sveitarfélög að reyna að ná meiri tekjum. Það er aðalatriðið. Það er ekki að byggja fleiri félagslegar íbúðir. Það skiptir máli að samsetning íbúa sé sem eðlilegust allstaðar. Þess vegna höfum við verið að tala fyrir því að önnur sveitarfélög taki þessa skuldbindingu alvarlega varðandi íbúa þessa lands. Ég vil allavega segja að málefnaleg bókun, þið fáið alla málefnalegri bókun. Þið fáið ekki málefnalegri bókun og það er allavega lágmark að vera ekki með hornin frammi bara af því að minnihluti stendur upp og er ekki að segja bara frábært og sögulegt og eitthvað svona. Við erum bara að benda á að hluta því að tekjurnar eru, eða við erum að koma jákvætt út, eru út af ákveðnu, en það er alltaf svoleiðis í rekstri. Við erum ekkert að gera lítið úr því, við vorum að fagna því að rekstrarniðurstaðan er jákvæð. Það er auðvitað aðalmáli, við viljum vera réttum yfir núllið. En, horfum á skýrslu BSRB leikskólamál í Reykjanesbæ. Það er rosalegt að horfa á hana. Og ef við værum ekki
bara framtaksum hérna, að þá værum við áfram þannig að við værum verst. Við erum með rauða spjaldið í leikskólamálum. Og þetta kostar. Það er það sem við erum að segja. Það kostar að vera með sambærileg sveitarfélög. Það kostar að vera með góða grunnskóla. Það kostar að reka leikskóla. Þetta er spurning um áherslur. Við getum ekki gert allt fyrir alla. Við vitum það. En hvað ætlum við að gera? Og það er auðvitað einhver ástæða fyrir því að við erum ekki öll í sama flokki. Ekki einu sinni meirihluti. Þar er hluti af meirihlutanum sem er í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og gengur bara mjög vel. Þrátt fyrir að hinir flokkarnir sem eru í meirihlutanum er algjörlega ósammála því. Þetta er ástæðan fyrir að við erum ekki öll í einu flokki. Við höfum misjafnar skoðanir og í málflutningi bæjarfulltrúa Bjarna Páls þá heyrði ég greinilega að það vera greinilega mikill samhljómur á milli þess sem við erum að segja. Og er það ánægjulegt. Ég verð samt að segja að bæjarfulltrúa Friðjóni Rós og okkur öllum að ég verð að segja það að hann er einmitt að segja að þetta hefur kostað blóð, svit og tár að færa okkur á háu skuldaviðmiði. Við vorum mjög skuldsett sveitarfélag. 2010 til 2014 þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta þá var skuldaviðmiðið lækkað rúmlega 100%. Bara á þessum stutta tíma. Og síðan var haldið áfram að skófla. Og það hefur kostað mikið. Núna er umræðan sú hvort það sé rétt að hækka útsvar sveitarfélaga cirka 2% svo þið bara standi undir þeirri kröfu sem íbúar eru með til okkar varðandi þjónustu. En 2% fyrir heimilin er brjálæðislega mikið. Á ríkið þá að fara að spara eða eru við að gera mikið ákveðnum málaflokknum eða hvað? Þetta er bara áhyggjuefni að miða við kröfur íbúa að þá standa sveitarfélög upp til hópa ekki undir öllum þessum kröfum. Það er bara svoleiðis. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Já, ársreikningurinn lítur mjög vel út í heild sinni og fjárhagsstaða Reykjanesbæjar er góð. En umboð vill koma hérna með eina tillögu og smá athugasemd. Við komum með þá tillögu að skýring 5 vegna launa og launateildra gjalda verði framvegis ítarlegri þannig að auðveldara sé að sjá hversu hár hluti launa eru stjórnenda og deildarstjóra Reykjanesbæjar í öllum stofnun bæjarins sem tilheyra hluta A. Við óskum eftir að fá betri upplýsingar skiptingu launa niður á hina ýmsu deildir í ársreikningi bæjarins. Einu aðgreiningarnar í ársskýrslu frá heildarlaunum upp á rúma 10,5 milljarða eru 107,1 milljónir króna sem er hluti bæjarstjórnar, bæjarráðs og bæjarstjóra. Sé tekið meðaltal ársverka og heildarlauna mætti ætla að laun starfsmanna bæjarins væru tæplega 680.000 á mánuði. Við óskum að verði sett upp greining á launum sem sýnir laun leikskóla, grunnskóla og bæjarskrifstofa og aðra deildir bæjarins. Þar væri sundurliðuð laun stjórnenda, deildarstjóra og annarra starfsmanna. Við teljum það vera nauðsynlegar skýringar í ársreikningu bæjarfélaga almennt og skýring sem varpi ljósi á hvar þarf að gera breytingar. Launakostnaður er 53,46% af heildarútgjöldum bæjarins. Það þarf ávallt að vera á vaktinni hvað varðar stærsta einstaka kostnaðarliði Reykjanesbæjar, þrátt fyrir annars ágætis upplýsingar í opnu bókhaldi á vef Reykjanesbæjar. Þar sem ómögulegt er að sjá þessi laun skiptast á milli stjórnenda og annarra starfsmanna. Umboð gerir einnig athugasemd við hversu sein skil á ársreikningi er að hann sé að skila sér í maí mánuði teljum við algjörlega óásættanlegt. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það er spurning ég skil þessa athugasemd og tillögu með skiptingu launa en
velti upp. Við erum náttúrulega með mjög stóra vinnustæði þar sem við erum bara með ákveðna kjarasamninga þar sem fólk flokkast bara eftir mjög skýrum reglum, en það ætti kannski að vera hægt að fá eitthvað sem tengist því. Mér langar líka að blanda mér aðeins í umræðuna og ég gef orðið laust og langar að fagna líka þessum jákvæða ársreikningi og þakka aftur eins og hér hefur komið fram og þá öllu starfsfólki og líka þeim sem hér sitja. Hér í salnum Regína Guðmundsdóttir fjármálastjóri og Þorgeir Sæmundsson sem deildarstjóri reikningshalds hjá Reykjanesbæ og þau hafa haldið okkur vel upplýstum í þessari vinnu ásamt endurskoðendum frá PricewaterhouseCoopers sem voru hér fyrir bæjarstjórnarfund og fóru mjög ítarlega yfir niðurstöðuna. Eins og bæjarfulltrúar vita að þá eru ákveðnir þættir sem liggja til grundvallar í uppbyggingu útgjaldastuðuls jöfnunarsjóðs og við vitum það að við erum í sveitarfélagi sem ungt, sem hefur ákveðna svona jákvæða, kallar á frekari framlag úr jöfnunarsjóði fyrir börn og yngra samfélag, fyrir nýbúa. Þannig að við fáum hér vegna samsetningu íbúa fjölmenningar auk svo sem kemur ekki inn í þessum útgjaldastuðli, þá fáum við framlag til skóla og til fötlunamála og vegna þjónustu við fólk á flótta. Þannig að það eru ýmsir aðrir þættir sem að telja þarna undir heldur en eingöngu tekjur sem að við verðum samt líka að horfast í augu við og við erum að sjálfsögðu alltaf að leita leiða við öll, hvort sem við erum í meirihluta eða minnihluta til að hvetja hér fyrirtæki til að koma og hefja starfsemi sína hér á svæðinu af því að hér erum við auðvitað með mikið mannauð. Ég tek líka undir það sem hér hefur komið fram að við verðum að halda vel á spöðunum núna hér eftir sem hingað til af því að það eru auðvitað mikla fjárfestingar framundan. Þær eru kostnaðarsamar eins og fram hefur komið en á sama tíma þá sjáum við að hér munu fleiri íbúar vera á næstu árum sem munu líka auka tekjur með ýmsum móti. Þannig að þetta helst í hendur en við verðum að hafa hér trausta fjármálastjórn, vera með samstöðu eins og ég hef ekki fundið annað frá því að ég kem hér inn en að við séum samstiga og auðvitað eðlismunur á milli ákveðina þátta sem við viljum leggja áherslu á en í heildina litið þá tel ég að við séum bara höfum sýnt að samvinna okkar góð og við náum að mætast þó að áherslur okkar séu að einhverju leyti ólíkar. En forgangsröðun verkefna verður mikilvæg á næstunni og við ætlum að tryggja það að þó við séum að fara í þessar kostnaðarsömu fjárfestingar að við, eins og ég segi, forgangsröðum og nýtum það fjármagn sem við eigum til og getum staðið við okkar skuldbindingar vegna. En orðið laust og mér sýndist koma upp hönd hér á mína hægri hönd, Guðný Birna Guðmundsdóttir. Já, frú forseti, kæra bæjarstjórn. 476 milljónir í hagnað, segir Sjálfstæðisflokkurinn. Tekur hlut út fyrir sviga sem gera ársreikninginn okkar betri en ekki hagnað upp á 1,1 milljarð í einhverju versta efnahagsumhverfi síðan árið 2008. Koma svo með gagnrýni á leikskóla á tvennan hátt, bæði að það sé of dýrt að reka þá, en að samanskapi gagnrýnum að taka ekki inn yngri börn en 2 ára. Ok. Staðan okkar núna í Reykjanesbæ að við erum með 1400 tæplega börn á leikskólaaldri sem eru þegar í eða eru að byrja á leikskólum. Fólk að flytja hér í stríðum straumum
9,6% fjölgun undanfarna 12 mánuði. Jú, við þurfum að bregðast við og það erum við að gera með byggingu leikskóla, vissulega byggingu 3 leikskóla. Þetta er þörfin sem við stöndum frammi fyrir og þetta er sveitarfélagið sem við erum að þjónusta. Við eigum heldur ekki að vera feimin við að við erum að fá aukið framlag frá HS-sveitum, vissulega, en það erum við meirihluta eigendur þar. Fyrirtækinu er vel stýrt og hefur verið gert árabil með góða stöðu, sterkt eiginfjárhlutfall og sökum þess var ákveðið að borga eigendum auki úr fyrirtækinu sem er fullkomlega eðlilegt. Já, við erum láglaunasvæði og höfum verið það til lengri tíma. Það mun ekki bæta það að spara í leikskólaplássum til að auka á erfiðleika foreldra til að komast aftur út á vinnumarkaðinn. Það út af fyrir sig er ekki góð hugmynd. Nú síðasta gagnrýni kom vegna jöfnunarsjóðs. Jöfnunarsjóður setur fram reglur og nýlega var breytt reglum sjóðsins til að endurspegla nánar, raunverulegar aðstæður og þarfir sveitarfélaga. Þegar við skoðum ástæðu þess af hverju Reykjanesbær fær aukin framlög úr sjóðnum er það jú vegna þess að við erum með lægri tekjur per íbúa, en það sem er að telja mun meira er hversu mikið við fáum greitt vegna þess hversu mikið fjölda barna við erum með undir 5 ára aldri. Og einnig mikil fjölda barna af erlendu bergi brotið. Varðandi umræðu fólks á flótta, jú, það eru vissulega háar tekjur sem við erum að fá, en við höfum líka ítrekað bent á að leita annað. Við höfum ítrekað rætt við ráðherra, rætt við Vinnumálastofnun, gert hérna bókanir, haldið fundi og beðið að fara til annars sveitarfélaga einnig. Þannig að jú, við fáum hátt framlag þar, en við höfum reynt að beina þeim fjölda líka í aðrar áttir. Nú bara til að mynda þegar við skoðum skiptingu framlag jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga, frá árinu 2022 er grunnskólaframlag til Reykjanesbæjar 60,1%, en ef við skoðum nærri því 10 ára aftur í tíma, frá 2013, er hlutfallið tæplega 35%. Þannig að þið sjáið aukningu í fjölda barna í sveitarfélaginu okkar og þegar að skoða píramídi Reykjanesbæjar yfir íbúa, þá eru alltaf staðist þar sem við erum yngst, út af því að við erum með gríðarlegan fjölda barna hjá okkur. Nú, kæri forseti, ég verð að segja það að mér finnst einkennilegt að gagnrýna rekstrarkostnað leikskóla á sama tíma og það er gagnrýnt aldursspil barna sem við tökum inn á leikskóla. Mér finnst þetta skrítin rökræða, en við erum vissulega að bregðast við auknum íbúafjölda hjá okkur. Það sem við erum að sjá 3 nýja leikskóla eða 2 nýja leikskóla og stækkun á þeim 3. 2024 og 2025. Og það er gríðarlegt hagsmunamál fyrir okkur að hafa leikskólapláss fyrir börnin okkar, fyrir foreldræðina og fyrir þetta þjónustustig í sveitarfélaginu okkar. Nú forseti, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Samkvæmt ársreikningi 2022 er skuldavið með samstæðurnar eða A og B hluta Reykjanesbæjar tæp 114%. Í ytra umhverfi Íslands með 12 stýrivaxtahækkanir í röð ef ég man rétt. Ég fagna þessum ársreikningi og ég er stolt af honum og fagna þegar nýju leikskóla okkar koma. Takk. Margrét Sanders fær hér heimild til að koma í 3. sinn. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil nú segja það strax að ég bað ekki orði til þess að svara háttvirtum bæjarfulltrúa Guðni, heldur gleymdi ég, bara hreinlega gleymdi í æsingnum hjá mér áðan að þakka starfsfólkinu á fjármálasviðinu sem er búið að vera sveitt að koma saman ársreikningum og vera í samskiptum við endurskoðendur vegna sérstakra aðstæðna og að það hafi náðst að klára alla vinnuna fyrir fundinn. Kærar þakkir. En fyrst að ég fekk orðið að þá finnst mér eðlilegt að nefna
eða ekkert nefna, heldur svara því að Guð minn góður, ég veit ekki eitthvað hef ég lesið þetta illa bókunina eða eitthvað, það er algjörlega fráleitt að halda því fram að við höfum verið að gagnrýna að það sé að koma 3 leikskólar. Það er bara algjörlega nauðsynlegt. Við verðum að vera samkeppnishæf. Það sem við erum bara að benda á, þetta er bara ábending, þetta er rautt flagg sem við erum að sýna, þetta er ábending það að það eru 900 milljón króna kostnaður að koma inn í ársreikninginn. Það var bara það. Við erum búin að berjast fyrir þessu, þetta var eitt af kosningalögunum okkar og það var skárra væri það nú að við færum ekki að vera á móti í núna. Við erum ekki hringlandi í skoðun, með einhvern hringlandahátt í skoðunum. Og sama að það er algjörlega frábært að fá þessa upphæð frá HÍ Sveitum, enda höfum við fengið 100 til 150 milljónir árlega frá HÍ Sveitum, þessu frábæra fyrirtæki, en fengum 540 milljónir núna. Auðvitað fögnum við því og viljum fá meira jafnvel. En það er auðvitað bara að við erum að benda á þessi rauðu flögg að það eru einskiptistekjur, hærri heldur að hafa verið og það eru að koma núna inn kostnaðarliðir sem gerir það verkum að við þurfum að horfa á heildarmyndina og það þarf að skoða, munum við standa undir þessu og vonandi eins og bæjarfulltrúi og forseti Halldóra nefndi að tekjurnar aukast með fjölgun íbúa. En varðandi demografíuna, hvernig er samsetning íbúa, þá hafði ég nú sambandi við vin sem að tjáði mér það að við værum með mjög hátt hlutverk á ungu fólki, karlmönnum, barnlausum, sem að væru bara að skila til okkar tekjum og að við værum með ungt samfélag, en það virðist vera eins og við erum með ungt samfélag, að við erum ekki með eitthvað stórkostlega, við ættum í raun að vera með miklu fleiri börn og verðum það kannski þegar að verða framleitt börn á öllu þessu fólki sem er að koma hingað. Takk. Takk fyrir þetta. Ég brosi af því ég heyrði ekki betur en að bæjarfulltrúi hafi talað um að framleiða börn, það er svolítið skemmtilegt hérna. Förum í, en orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Forseti vísar ósk bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur frekari umræðu skiptingu launa starfsfólks sveitarfélagsins til umræðu í bæjarráði. Þá ætlum við hér að lokum að kjósa hér ársreikning Reykjanesbæjar 2022. Þeir sem samþykkt geta ársreikningin eru beðnir að gefa merki og hann er samþykktur 11:0. Það er þá ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi. Nú verður fundargerðin yfirfarin og undirrituð rafrænt eins og venja er. Því segi ég þessum 654. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.